ætlum við ekki að líta á það sem einhverja vegsemd að vera ríkisborgar á Íslandi og þá spyrir maður sig hvaða kröfur ætlar þá að gera á móti, hverjar eru skyldurnar og við gerum engar skyldur. Kynþáttahatur er auðvitað fyrirlitlegur en menningaleg afstæðishyggja held ég að sé bara fyrirlitlegri að sjá í gegnum fingur sér með hörmulega glæpi og afbrot af því að það sé menning einhvers annars og þessu bara blákalt haldið fram af mörgu fólki sem er svona í einhverju vinstri róttækni að við bara láta þetta jafnvel viðgangast þetta er auðvitað líka einhvert sjálfshatur á vestrænni menningu ég skilgreinum ekki sem feminista, ég er mikill jafnréttissinni ég vil ekki nota þetta hugtak og ég bara get fært rök fyrir því. Björn Jón Bragason, hvernig ertu? Mér líður bara alveg prýðilega, þakka þér fyrir. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég bara takk fyrir að koma. Ég hef nú ætlað að fá því einhver tíma. Þú skrifar mjög áhugaverða pistla á DFF, svona öðruvísi pistla. Þetta er eitthvað svona málefni sem að kannski ekkert allir sem eru svona, þetta er ekki sama dægur þrasið og maður er ofta að lesa á öðrum sviðum. Þú ert að fara aftur í tímann og reyna að lesa í söguna og hvað við getum lært. Hvað svo við byrjum bara þar. Af hverju þetta skrifa þessa pistla? Af hverju heldur að við þurfum að horfa aftur í söguna til þess að er þetta varúðarorð, er þetta áminningar, er þetta brýningar, hvað er þetta? Já, það er reyndar, ég held að þetta ekki komið 5 ár sem ég byrjaði að skrifa í DFF, það var það ennþá prentað blaðið og alltaf við átt að vera með svona pólitískar fréttaskýringar. Svo komst ég að því að ég var ekkit sérstaklega, ég hef svo mikla skoðanir og gat ekki legið á þeim, hann þetta einhvern veginn svona þróast út í að vera meira náttúrulega bara mín svona afstaða, þannig og ég held ég sé ekkit sérstaklega góður blaðamaður, ég ekkit sérstaklega góður blaðamaður því svona mína skoðanir myndu koma það svona sterkt í gegn en svo bara þróaðist það og það sem ég þóttist áhugavert því ég var með svona spjallætti líka á Hringbraut að þegar maður var að tala eitthvað sem að einhvern veginn maður bara brann fyrir sjálfur, hafði virkilega áhuga og var einhvern veginn ekkit endilega pæli hvort að fólk hefði áhuga á því að það var oft það sem maður kannski mest áhorfa á og er mest lesið, það er svo skrítið að maður einhvern veginn gerir sér einhverjar hugmyndir það hverju menn hafa áhuga en svo kemur á daginn að það er kannski það sem að maður hélt að maður kannski var jafnvel að byrgja inni með sjálfum sér þegar maður hélt að maður væri kannski bara einn með einhverja pælingar að það eru kannski miklu fleiri að hugsa svipum nótum Þú hefur örugglega fundið þetta líka. Já, ég hef aðeins lent í þessu maður hefur alveg séð þetta aðeins í svona öðrum hlaðvarpsveitum þar sem að fólk er einmitt að fjalla það er ákveðin eftirspurn ég man ekki hver að var að segja en það er svona Joe Rogan sem fyrirbæri er mjög áhugavert hann er sem fyrirbæri mjög áhugaverður út af því að það hefur einhvern veginn í okkar svona neyslu eða svona upplýsinganeyslu höfum við aðalega verið að byggja á því og þú sér þessar stóru fréttastöðar þá ertu með breaking news, það er alltaf að gerast þú ert að halda áhorfendunum spenntum og svo eru auglýsingar og þær eru rosalega einhvern veginn upplífgandi og maður einhvern veginn er á rosalega tens allan tíman og sem að gerðist var að fólk áttaði sig á því sem sérstaklega svona í hlaðvarpsdótinu að væri hægt að vera á miklu lægra tempói og mögulega verður kannski betur til þess fallin að neita upplýsingarna og viðhalda upplýsingunum og geta tjáð upplýsingarnar víðar eftir að þú hlustar þegar að Joe Rogan kemur með 3 tíma podcast, eitthvað sem enginn bjóst við að neinn myndi koma til með að hlusta á að horfa og þá var svo kenning að þá hafi jafnvel Netflix orðið fyrir áhrifum að þessu og þá ertu með eins og House of Cards þar sem þú ert með 7 seríur, klukkutíma þættir kringum 50-60 þættir þar sem að þú ert að viðhalda rosalega miklum upplýsingum, löngum þræði á því hvað nákvæmlega gerist og þá hafa þetta aðeins færst yfir í þetta svona að við séum í meira á svona lægra tempói en meiri upplýsingar og mér fannst þetta alveg áhugavert og ég held að fólk hafi líka með þau málefni, ég held að sé mitt eins og þú sér þetta að segja maður kannski, það er ekkert auðvelt að nema nákvæmlega hvaða upplýsingar fólk vil fá hverju sinni eins og með þetta podcast, það er alveg ég alltaf held að þættinni sem að munu fá mest áhorf, fá minni áhorf eða svona bara meðal áhorf en svo koma þættir sem er bara mér fannst bara fínir og eru örugglega ágætir en þeir fá miklu meira áhorf og miklu meira viðbröð jafnvel á bæði samfélagsmiðlum og þegar ég fæ skilaboð Já, þetta er bara sem heyrir með stjórnmál það er líka meginstrains fjölmiðlar þeir eru ekkit góðir í þessu það er að segja
þeir eru ekkit góður í að kafa svo núna í mál og og þetta er líka mjög áherslu þú nefnir einmitt hvernig svona þú veist auðvitað hlýtur að vera eftirspurn eftir því að menn setji sig betur inn í mál, ég meina fólk eins og þú segir, fólk hefur þolinmæði til þess að horfa á langar þáttaseríur og akkur ætti það ekki að hafa þolinmæði til þess að kynna sér mál sem þær hefur virkilega áhuga á sko. og mér finnst það líka, mér finnst þetta ekki vera áhyggjuefni sko, svo mikið að sko hnignun meginstraums fjölmiðla sko, vegna þess að ég held að hlaðvörp eins og þetta sko, koma miklu leyti í staðinn og séu kannski fjölmiðlunni hún er margbreytilegri en hún er ekkit endilega lakar en hún var sko. Nei, í heild sinni sko. Nei, ég sko mér veist, ég er ekki fjölmiðill og ég held mjög fast í þetta, ég sé ekki fjölmiðill og ég er ekki fjölmiðill því að eins og svolítið þú, þá bara er ég með mínar skoðanir og ég meina ég bara viðurkenni það fúslega að ég er í ákveðinni bara svona hugmyndafræðilegri baráttu, ég tel að það sé ákveðin degla, það er ákveðið svigrúm núna fyrir mjög mikinn hugmyndafræðilegan ágreining sem ég tel að við eigum að vera við erum að etja kappi í því að svona skilja hvert við förum áfram. Ég er með ákveðnar hugmyndir. Ég geri og reyni eftir íþróttamóti líka að gera alveg þeim sem erum ósammála hugmyndafræðilega, ég vil eiginlega frekar fá þá. Það eru þeir þættir sem eru vinsælastir. Það eru þeir þættir þar sem ég er að takast á við einhverja sem ég er virkilega ósammála og sem mér finnst líka ótrúlega gaman. En ég er ekki fjölmiðill í þeim skilningi að ég tel mig ekkert vera í stakk búin einhvern veginn til þess að sko vera að flytja fréttir óhlutbundið. Mínar allar fréttir eru frá miðmælanda mínum sem eru þá annarkvort vinstri sinnaðar, hægri sinnaðar eða frá mér sem eru oftast hægri sinnaðar og þar af leiðandi er ég bara í ákveðinni hugmyndafræðilegri baráttu og ég meina það er bara eitthvað sem að ég gef mig út fyrir að vera. Já, en það er að segja, sko, það er bara, og það er líka mjög heiðarleg nálgun og það er líka hægt að vera, sko, með eitthvað undirliggjandi afstöðu sem alveg skín í gegn að vera samt hlutlægur, skilur, vera sanngjarn, sko. Já. En það er allt og algengt, við sjáum eins og bara mörgum fjölmiðlum, það sem menn einhvern veginn gefa sig út fyrir að vera hlutlausir og telja sjálfur sem trúa því jafnvel, sko, en eru svo bara með mikinn áróður, sko. Og eins og við sjáum bara oft á fréttastofu Ríkisútvarpsins sko. Já, Jón Steinar skrifaði þetta sem ég minnir þetta hafi verið hann að deilt við dómaran, held að það var svo bók. Já. Það sem hann skrifaði þetta ég held að það hafi verið þar, eða hvort hann bara skrifaði einhverju pisli, en allavega fjallar hann að það væri bara vont ef við værum að reyna að passa upp á það að dómarar hefðu engar skoðanir, því að þá myndir bara bæla það niður sko. Og mér finnst það vera svolítið eins, en sko fjölmiðlar fyrir mér, og það var að tala svona breytt mynstur. Ég held að það sé alveg rétt, en ég aftur á móti, sko, ég get til dæmis ekki rekið þetta hlaðvarp án fjölmiðla. Þannig að það hefur oft farið pínu svona fyrir brjóstið á mér þegar að þeir svona hlaðvarpsstjórnendur og aðrir eru svona að segja að fjölmiðlarnir eru einhvern veginn ómögulegir og eitthvað. Ég reiði mig ótrúlega mikið á það að Heimir nenni að vera fyrir utan sendiharrabústaðinn eitthvað að bíða eftir fréttum og aðrir eða einhverju á Stöð 2 eða RÚV eða jafnvel Heimildinni eða einhverjum. Þannig að sko, já, ég er alveg sammála því að það er svona ákveðin slagsíða oft sem að kemur í ljós og kannski er það heiðarlegra bara ef þau segja það. En ég eftir á móti sko, þetta með einhvern veginn, þetta er svona svolítið slæmur kultúr sem hefur komið frá Bandaríkjunum líka, sem er svona mainstream media, er bara algjört trash einhvern veginn. Ég er alveg, mér finnst það að vera mjög vantróðan því að ég er alveg ósammála því til með hér á landi, mér finnst fjölmiðlarnir vera frekar góðir en eins og þú segir sko með það að kafa í einhver svona hugmyndafræðileg efni eða kafa rosalega djúpt í eitthvað oftast hafa þeir náttúrulega bara ekki resursana og svo eru þeir náttúrulega ekki bara bundnir á öðrum lögmálum sko. Ég hef alveg talað við fjölmiðlamenn sem segja við bara heyrðu, svo gott að þú getur fengið Bjarna og vera bara að segja hann sé lélegur leiðtogi. Það var svo skrítið ef að Stöð 2 væri bara að fá hann og bara Bjarni, núna þú lélegur leiðtogi. Hvernig finnst þér það? Já. En líka náttúrulega bara getið farið fram eitthvað sko diskussjón og því ég er mikið pælt í þessu sko sem að það hefur vantað svo mikið vettvang fyrir rökræður og þú veist og það er svona ég held að við séum ekki að deila mikið hérna en það væri það sem kannski við þyrftum eiginlega einhvern veginn ennþá betur að ná einhverjum, að það verði til einhver vettvangar sem menn væri að rökræða sko og sem að andstæði pólar mættust sko og vegna þess að og svona eins og þú veist eins og við förum aftur á 19. öldina sko þar sem þegar þessi lýðræði kemur til sögun það er ekki ofsalega gamalt í okkar heimsleita að það
að sko að þá sko málfundir út allt og menn eru að mætast og það eru sem sagt kappræður sko og maður svona velti fyrir sér sko hvar vettvangurinn sko og ég held að svo þetta líka svo vont í okkar samtíma það svo mikið, það svo ofsalegt og óþol fyrir andstæðum sjónarmiðum sko og þetta er allt og mikið það með bara já, þoli ekki að heyra andstæð sjónarmið sko. Þannig að ég held að það sé líka og það eins og að því maður ofta útskýra bara í kennslu svona einhver eldfim pólitísk efni sko. Ég ger alltaf þannig að ég bara kafa onni sko, því maður hefur einhver afstöðu, kafa onni sko andstæður rökin við mína afstöðu og reyna að reyfa bæði rökin og vegað einhverjum vogarskálum sko, og til þess að bara sem kennarinn sko, því að ég ætla ekki að fara að predika einhverja skoðun sko, þannig svo verða menn bara að vega og meta sko, en maður veltur átt fyrir sér sko, veist, sko, erum við að kafa honi rökin í samtímanum, það er að segja er öll sjónæmi upp á borðum sko, eða er oft bara kannski upprópanir sko, og við tekið svona erfið pólitískt deilefni eins og fóstureyðingar, þegar það frumvarp kom fram það sem var verið að útvíkka mörkin þetta fyrir nokkrum árum sko, umræðan fór ekkert fram sko. Það voru bara upprópanir sem áttu sér stað sko. En þetta er bara mjög erfitt sko, pólitískt ágreiningsefni sem þarf að ræða vegna svo það er engin rétt niðurstaða. Það er að segja sko, ég huga flestra sko, þá spurning hvað þessi mörk liggja þá veist, en það þarf að ræða það sko. Og það þarf að ræða það bara mjög grundigt sko. En það voru bara upprópanir sem heyrðu sko. Þú veist og ég held að það sé einhver endurómur af sko, þetta er einhver amerikansering sko, þeirra sem eru með og móti en ég menna í huga flestra Íslendinga þetta ekki spurning með og móti, þetta er hvað mörkin að liggja og ræðum það þá sko. Og þetta er annað mál sem ég held að sem eftir að verða mjög sko, erfitt og ég er svo hrættur einhvern veginn verið bara svona kyrt í gegnum og bara á þess að með velti fyrir sér sko. Við þurfum að velta fyrir okkur siðferði líka er sem sagt líknardráp eða sem kallað dánaraðstoð sko að sem mjög erfitt siðferðilegt ágreiningsefni sem þarf að kafa onni sko, vegna þess að þú getur það mjög auðvelt að upphugsa dæmi fólk sem er orðið alvarlega sjúkt og það er engin möguleiki á lækningu og er mjög illa kvalið sko, að binda enda á þá þjáningu en svo eftir á móti sko, eins og hefur verið að gerast í þessum fáu löndu sem hafa leyft þetta að sko, þá fer þetta að vera spurning það að þetta sé bara einhver réttindi að fá að binda enda á lífsitt, skilurðu. Þú veist, það er ekki, það er að segja sko, rétturinn til lífsins og sem mannréttindi er ekkit hugsa, þú getur ekkit, ég meina ég og þú getum ekki afsala okkur atvinnufrelsi okkar, skilurðu. Þú veist, það er ekki það er að mannréttindi virki ekki þannig að við getum ákveðið það að selja okkur í ánauð, það er bara ekkit í boði, sko. Og það er svona, þú veist, það sem ég er svo miklu ágjur af, þú veist, ef rökræðin fer ekki fram, ef það er ekki vettvangur, skilur, að menn bara einhvern veginn keyri þetta í gegn, sko, já, bara, það er bara allir að fá rétt á að binda enda á lífsitt, og ég meina, hvaða siðferð, hvers konar siðferð er það eiginlega, sko? Já, ég held reyndar að þessi vandi sé dýpri en það að umræður eigi sér ekki stað þó svo að það sé hlutaði, en ég held að það sé aftur á móti afleiðing af því að við erum búin að breyta hugtökum á öllu sem við kemur svona okkar svona grunnþáttum í okkar samfélagi, bara tökum bara mannréttindi sem dæmi. Mannréttindi ef það krefst athafna annars manns og þá er það ekki mannréttindi. Það er ekki mannréttindi að sjálfkrafa fá eitthvað sem að krefst þess að annar hagi sínu lífi á tiltekinn máta. Nei, mannréttindi í langflestum tilvikum er skilgreind frá neikvæðum hætti. Þetta er eitthvað sem að það að ríkið hafi ekki getu til þess að ganga á þinn rétt, sama hvað. Þetta er hugtak sem að við afnámum bara í COVID, við afnámum það bara að fólk hefði persónufrelsi til þess að athafna sig sjálft og taka eigin ákvarðanir eigin líkama eins og svo oft er talað en á sama tíma erum við að tala það að alls konar aðrir hlutir stjórni mannréttindi og ég hef til dæmis talað það bara, núna er rosalega mikið talað það að húsnæði sé mannréttindi og ég segi við fólk, ok, þú getur sagt að þetta sé mannréttindi, þú getur sagt að fólk eigi að hafa þak yfir höfuð og það sé gott en aftur á móti þegar þú ert búin að skapa þannig umgjörð eitthvað sé orðið mannréttindi að það var ólíklegra að fleiri hafi þak yfir höfuð einfaldlega út af því að þú ert
búin að búa til ákveðna skorður innan þess hvernig húsnæði byggt undir þeim formerkjum að þér líði einhvern veginn betur það að húsnæði sé mannréttindi. En við tökum þetta aldrei svo langt út af því að við erum búnir að móta þá umgjörð að mannréttindi séu bara eitthvað svona sveigjanlegt hugtak sem einhvern veginn sveiflast með tíðarandanum og getur verið breytt eftir hentisemi. Þú sér þetta náttúrulega kannski nýjasta dæmið þessi mannréttindastofnun að viðfangsefni hennar allt annað heldur en klassísk mannréttindi. Það að segja og svona og það náttúrulega því maður alltaf að kenna nemendum svona í þessi grundvallar hugtök að mannréttindi, svo þú segir, það snýst í grunnum það að við séum látin í friði til þess að okkur sé frjálst að stofna félög í hverjum lögmætum tilgangi, trúa hverju sem við viljum og ástunda hvaða trúabröð sem við viljum, frelsi til tjáningar eins og við erum að gera hér og án afskipta þess opinbera og eignarétturum, við fáum að eiga eignir okkar í friði og eignarétturum gleymist nú eiginlega alltaf við þessum upptalningum í okkar samtíma og þannig að þetta gengur að okkur í frið. Svo eru líka mannréttindi, við skulum ekki útiloka þau. Það þessi mannréttindi sem krefjast athafnaðs opinbera sem eru þetta líka getið í stjórnarskránni að menn eigi rétt á þá að ríki tryggi bæði menntun og heilbrigð að einhverju marki. En það einhvern veginn eins og sjáum bara dómstólar á Íslandi, þeir hafa ekki vilja ákvarða hver örorkubætur að vera vegna þess að þetta er miklu meira pólitísk spurning og hún á að vera pólitísk vegna þess að hún getur ekkit verið lögfræðileg sko. En hitt er bara pjúra lögfræði sko. Það er að segja hvar mörkin að liggja milli athafnafrelsis borgaranna og afskipta eins opinbera en þetta er eðlis ólíkt og ég held við þurfum að í rauninni þyrftum við að hafa sikkvort hugtækum þetta sko. Við getum ekki verið að nota mannréttindum allt sko. Og það er eins og gaman því að kenna þetta að við gaman bara að slá þessi inn á leitarvélar orðið mannréttindi og sjá bara hvað kemur upp sko. Og fólk eiginlega alltaf að tala og ég meina fréttatímar eru fullir af þessu fólki sem er að tala að það sé að vera að ganga mannréttindi en það er yfirleitt að tala einhver félagsleg réttindi. Það er að segja, og það getur verið að séu mannréttindi það getur verið að séu stjórnarskrárvarið en oft það bara einhver félagsleg réttindi sem það mögulega rétt á eða ekki. Og við erum líka hægt að nota orðið réttindi og skyldur var eitthvað sem við notuðum einu sinni, svo hættum við náttúrulega með skyldur og það var alveg komið út af borðinu en við vorum líka réttindi sem íslenskur borgari, réttindi þá kannski að þú lendir í einhverju erlendis þá ástu tryggður sem íslenskur ríkisborgari eða gennum vísa eða ég veit ekki, ég kann ekki nákvæmlega en þetta var hugtak sem við notuðum, réttindi sem ákveðin aðili. Og réttindi og skyldur eru tvær hliðar á sama pening sko. Já, en ég út af því að ég er að aðgreina þetta frá líka mannréttindum. Mannréttindi voru alltaf í neikvæðri skilningu. Réttindi var eitthvað ég á rétt sem örorkuþegi á því að fá húsnæði niðurgreitt frá félagsstofnun eða hvernig sem það var. Það var það réttindi, það er ekki mannréttindi. Nei. Við erum einhvern veginn búin að móta þannig hugmyndir það og það er kannski líka til að ná ákveðin svona tilfinningalegum þunga í allir umræðu að allt orðið mannréttindi. Þú heyrir þetta mikið í svona hjá samtökunum 78, það er alltaf bara mannréttindi að fá aðgengi að einhverju út af því að ég er undirokaður hópur en væri það þá ekki frekar bara réttindi? Jú. Út af því að líka ef við hugsum mannréttindi, þú sem maður hefur ákveðin réttindi og þá erum við sem er það sem við vorum að tala áðan, að ríki get ekki gengið á þinn rétt. Já. En réttindi eru þá við gerum ekki ráð fyrir því að fólk á Indlandi hafi sömu mannréttindi gagnvart húsnæði eins og við Íslendingar á Íslandi. Við myndum aldrei segja, það er nú bara mannréttindi að fólk hafi þakka yfir höfuð og þar af leiðandi er ég með indverska vin minn sem ætlar að búa í þessu húsnæði. Það er eitthvað sem kostar og einhver þarf að leggja ekki út fyrir því. En þetta er líka bara svona dæmi sem bara ég var að skoða nýlega með að við erum svolítið umræðum með þetta í Þýskalandi í sambandi við ríkisborgararétt og það sem menn hafa verið að glíma við mikinn innflutningastraum og það sem er mjög auðvelt að fá ríkisborgararétt. Og þá hafa menn sagt sífellt fleiri stjórnmálamenn það eru okkur réttindi, það er að segja að öðlast ríkisborgararétt, en því þurfa að fylgja skyldur. Og það er einmitt svo bara hér á landi að
er það ekki einhver vegsemd? Ætlum við ekki að líta á það sem einhverja vegsemd að vera ríkisborgar á Íslandi? Og ég meina, það hlýtur að fylgja einhver vandi sér hverju vegsemd. Og þá spyrir maður sig, sko, hvaða kröfur ætlar þá að gera á móti? Hverjar eru skyldurnar? Og við gerum enga skyldur. Það er að við gerum enga kröfur skyldur. Það er að segja, ég fór nú að kynnti með eins og bara í þessu tilfelli, sko, íslensku prófin. Og þau eru bara til málamynda, sko. Þannig að það er enga skyldur. Og þetta er það sem við þurfum að hugsa með vandlega, sem við þurfum að fá fólk til að flytja til landsins og verða Íslendingar. Hvaða skyldur ætlum við að gera? Og við þurfum að hugsa þetta í stærra samhengi, sko. Og náttúrulega bara almennt með skyldur, sko, að það er að segja hvernig pólitíkin eiginlega bara svona að meginstefnu til að snúast kröfugerð gagnvart hinu opinbera, sko. Í staðinn fyrir að, sko, þegar við tölum vinstri og hægri sem dæmi, sko, sem eru erfið hugtök, sko, það er að segja að eins og bara hvernig Bandaríkin eru til, sko. Bandaríkin eru til, sko, það er að segja það sem var mjög veikt ríkisvald og jafnvel sumstar stórum svæðum, sko, það var kannski bara einhver fógeti, skilur, það var ekkit annað ríkisvald, sko, það var engin annar embættismaður á staðnum, heldur bara eitthvað sem sinnti löggæslu. Þannig að borgarnir leyst allt, sko. Og þannig, og það var ekki bara Bandaríkin sem uksu þannig upp, heldur líka Norðurlöndin og Bretland og mörgunu ríki sem voru félagasamtök sem leyst, að borgarnir leystu þetta, skilur, sjálfur. Og við hugsum, og þá er ekki bara að tala fyrirtæki, heldur líka bara í frálsum félagasamtökum, menn bara byggðu upp skóla og sjúkrahús og þannig var það á Íslandi, menn það er að segja margir af fyrstu skólum sem verða til í byrjun 20. aldar og sent á 19. öld eru einkaframtak, sko, og félagasamtök taka sér saman. Ég meina, iðnskólinn verður til að iðnaðarmannafélaginu, kaupmenn stofna verslunarskólan og það eru félagasamtök sem stofna spítala. Fyrsta sjúkrahúsi sem opinber reisir er Landspítalinn 1930, en það er reist fyrir, það voru kvenfélög sem söfnuðu fyrir því, sko. Það var ekki gert að koma alla fjárlögum, sko. Þannig að, sko, en svo hefur einhvern veginn, sko, svo vex við opinbera og það stækkar og verður svona umfangsmikið og sem sagt skattbyrðin eykst hjá okkur og þá verður þetta bara að fara að snúast kröfugerð, sko. Og þetta er svo óheilbrigt samfélag í grunninn að við séum ekki sem borgarar, sko, miklu frekar að taka til hendinni og leysa vandamáli sjálf, heldur að þetta snúist bara alltaf það að við ætlum að heimta að fá þetta því við, eins og þú segir, við rétt á því, sko. Þetta séu bara og en höfum ekki einhverja skyldur sem borgarar, sko, og að gera eitthvað og leggja eitthvað að mörgum. Já, þetta er einmitt það sem ég er alltaf að segja, sko, þegar sérstaklega eins og sósíalistar fara að tala það svona af hverju við ættum að vilja meiri svona samtryggingu og meiri svona sósíalísku hugsun, væri þetta því að þú keyrið þú ekki á vegunum, þú ekki þessu, tala oftast fyrir svona nætuvarðaríki sem er ótrúlega sérstakt, sko. Þau nefna alltaf bara svona algjöra grunnþætti og hvort að maður sé ekki ánægður með það, bara vilt þú ekki hafa lögregluvaldið og ég bara, að sjálfsög, en þú ert bara að tala nætuvarðaríki plus heilbrigðisþjónustu og menntaþjónustu sem er rosalega lítill pólitískur ágreiningurinn. Ágreiningurinn er aðalega það hvort að, sko, ríki sé betur til þess fallið til þess að útluta þínu fjármagni og sérstaklega núna eins og í dag þegar það er helmingur alls þess sem að þú aflaðir sé eitthvað fyrir ríkið að útluta á þann máta sem að þau vilja. Samhliða því náttúrulega þjónustan er alls ekki nægilega góð eins og allar úttektir sína. En samhliða þessu þá er það líka annað sem að er svolítið mikilvægur þáttur sem þú ert að nefna hana, er, sko, og þetta einmitt hefur að gera með mannréttindi, að mannréttindi hafa alltaf verið eins og við vorum búin að fjalla í neikvæðum skilningi. Það er að segja að ég er ekki krafinn það að vera í félagi eða í ákveðinu svona samvinnu með öðrum til þess að koma einhverja fót, heldur var þetta miklu meira það að fólk sá hag sínum borgið að vera í samvinnu til þess að koma einhverja fót, til þess að byggja eitthvað, til þess að koma einhverja laggirnar, til þess að vera í svona ákveðinu samfélagsþjónustu. Og náttúrulega sumir rekja þetta til þess að flokkarnir voru settir á fjárlög, það er að segja að þeir voru fjármagnaðir af ríkinu, að þeir hafi svolítið mist þráðin í þessu, þá hafi þeir ekki þurft að sannfæra kjósendur eigið ágæti og hafi þurft að frekar þá að taka bara ríkispenningin og reka sína stjórnmálastefnu þannig. En mér finnst það líka vera í svona breiðari mynd að þessi sósíalíska hugsun byggir líka á því að ég er krafinn það að ef að ég og þú viljum vera í einhverju samvinnu að þá getum við byggt eitthvað gott saman. En ef að ég og þú erum krafðir það að búa til eitthvað saman,
þá er mjög ólíklegt að sú afurð sem að verður úr þeirri samvinnu verði jafn góð eins og við hefðum haft hvata af því að vinna saman á eigin forsendum. Já, að þessi sé sjálfsprottið, sko. Og nei, ég held að menn hafi mist sjónar á þessu. Ég held að þetta sé, þú minnist á, sko, þegar flokkarnir fóru á fjárlög, þetta svo sem ekkit svo langt síðan að ríkisstyrkurinn var aukinn svona gríðarlega, þarna hvað fyrst 2006 eða 2007 og svo náttúrulega aftur 2016 þegar þetta rauk upp úr öllu valdi. Og mér ástændi eins og flokkur fólksins, eins og nú Inga Sæland sem rekur nú sinn flokk náttúrulega bara eins og enga firma, að hún segir í aðdraganda kosninga í auglýsingum, sko, þau séu óháður flokkur, þau þykki ekki peninga frá lögaðilum, sko. Ég meni, ég held bara, sko, mér þetta beinst að vera svo mikil þversögn, sko, vegna þess að þvert á móti, sko, að ég hefði haldið að það væri sjálfstæðari flokkar sem þyrftu að afla sér fjármuna sjálfur, sko. Og það líka, vegna þess að þetta náttúrulega líka drap flokkana félagslega, en þetta eldra, það er þessi félagslega hnignun verður fyrr, sko. Og hún verður bara eftir, þetta hefur verið rannsakað svolítið í Bandaríkjunum, það er að segja hún dregst saman eftir því sem opinber umsvif aukast, sko. Og eftir því sem menn bara reiða sér meira á það opinbera. En svo vorum við bara komin á þann stað, sko, í okkar samtíma, og sjáum það bara okkar, það har aldrei verið til að mikið af peningum í þessu þjóðfélagi og en aldrei mikið verið kvartað undan skort á peningum og þetta náttúrulega, hver grundvöllur þetta undir, sko, alla þessa verðmætasköpun, það er þetta ódýr orka og tækniframfæri, sko, og sem hefur ekkit verið lát á, sko, en svo ætla menn að hægja á því líka, sko, þannig að það verða þó ekkit peningar ef við ætlum ekki að virka, heldur, sko, og það er líka svona alls konar fyrring sem við erum að fást við, sko, bara hvernig verða verðmæti til líka og en mér finnst ég líka að verða mjög mikið varfið þú veist að tala um þetta að sko menn sko þetta sem kallað social capital eða félagsauður að fólki sé sjálft að taka til hendin og leysa vandamálin sjálft heldur en að ætla sér bara að vera með kröfugerð gagnvart opinbera. Mér finnst ég líka að vera svo mikið varfið eins og bara líka þingmenn Sjálfstæðisflokksins að menn eru bara ekkit með á nótunum í hugmyndafræði, sko. Nei, ég hef sagt þetta áður, mér finnst skorta almennt hjá þeim sem eru svona hægra megin í lífinu og eru í stjórnmálum og reyndar víðar að vita oft svona af hverju sú hugmyndafræði er góð fyrir samfélagið. Það er að segja að af hverju til dæmis, ég minna það er oft talað um Milton Friedman og hann hefur sagt að aðal markmið fyrirtæki ætti að vera það að búa til auð handa hluthöfum. Hann reyndar orðaði þetta ekki þannig, þetta er annar kafli að mér minnir í Free to Choose þar sem hann fjallar um það að sko fyrirtæki eiga að einbeita sér að því að vera búa til gróða og reyna að koma sem bestu vöru til neytenda út af því að ellegar eru þeir farnir að sko trana sér fram á hinu pólitíska sviði. Það er að segja að fyrirtæki sem í krafti þá mikils fjármagns eru farin að hafa áhrif á pólitíska umræðu sem þeir náttúrulega gera rosalega mikið í dag, miklu meira heldur en gera áður, að þá er það neikvæði lýðræðislega þróun. Eitthvað sem að flestir held ég, sko, þegar þeir heyri þetta svona, myndi vera sammála um. Við viljum ekki að einhverjir rosalega sterkir, eða fjársterkir aðilar séu einhvern veginn að sko nýta vald sitt það mikið til að það hafi mjög mikil áhrif á lýðræðislega þróun og lýðræðislegt samtal í samfélaginu. En þetta er einhvern veginn búið að móta okkar afstöðu til eins og Milton Friedman, að bara hann hafi verið vondur út af því að hann sagði að fyrirtæki eftir að vera einbeita sér að því að gera það sem að þau gera vel en ekki að vera að hafa áhrif á pólitíska umræðu. Og það er þetta sem þetta er bara eitt lítið dæmi. Svo er Thomas Sowell hefur líka fjallað um þetta, hann segir að sama um republikana, að þeir einhvern veginn tali rosalega mikið um atvinnufrelsi og svona fyrirtæki í landinu búið til velmeðunina, en að svona grunnþættirnir í eins og eignarréttinum í því hvernig sko fjármagni er úthlutað innan ríkisstofnana, að þetta er eitthvað sem skortir rosalega mikið. Þá einmitt eins og maður hefur aðeins séð að þá er gefið rosalega mikið eftir í svona þessari hugmyndafræðilegu baráttu út af því að við kannski erum ekkert endilega með á nótunum það hvernig best sé að skipa samfélag og af hverju til dæmis eins og vestræn lýðræðissamfélag hafa staðið sér betur heldur en önnur samfélag. Þá erum við bara einhvern veginn búin að játa það, já, neini, það er nú bara út af nýlenduhyggjunni og það er út af einhverjum rasisma og það er út af einhverju svona og maður er bara guð minn góður út af því að sko árið 1970 til 80 að þá var
miklu betra aðhald gagnvart svona dellu sko. Já, ég held að það verið heyrt sko, það er eins og bara svona harðari gagnrýni eins og bara hugtök að menn kannski töluð skriffina og bákn og svona sko, að það náttúrulega verður kannski erfiðar að gagnrýna kerfið þegar það er að segja sem pólitíkus þegar þetta hátt hlutfall kjósendur og opinberir starfsmenn þannig að það ég að menn haldi þá aftur á sér og þetta verður ofsalega leiðileg pólitík þegar menn hætt að tala út frá hugmyndafræði og maður sér þetta eins og í Austurríki sem dæmi þetta var sko, það sem var búið eins og Þýskalandi líka sem maður hafi verið með þessar stóru ríkisstjórnir sem að Kristjánuflokkarnir og sósíaldemókratar eru saman sem 2 stóru flokkar og svo finnst maður þetta bara renna saman í eitt sko og þá kemur bara eitthvað nýtt fram sko sem getur verið bara eitthvað sko öfgasina sko að mann finnst menn hafa mist sjónar á ýmsum grundvallaratriðum sko. En það var, mér finnst svolítið áhugavert að sjá eins og sko að hvernig þeim svona eins og Kristjánuflokkarnir þar sem eru þá svona hlistað við Sjálfstæðisflokkinn sko bæði Austurríki og Þýskalandi hvernig þeir hafa náð vopnum sínum sko aftur sko þú veist nú er til Þýskalandi nú eru þeir í stjórnarandstöðu og þeir fara bara í ræturnar sko þeir eru bara að tala sko atvinnu að það þurfa að létta af regluverki og fyrir fyrirtækjum til þess að þau geti vaxið aftur og svo framvegis sko en svo er þetta stærra líka sko þegar menn er kannski bara verið mikið uppteknir í hugmyndafræði hægri menn af atvinnufrelsi og kannski af því sem tengist sko business en ekki kannski mist sjónar á öðru eins og kannski þú veist gildi fjölskyldunar sko og einhverjum gildum sko. Vestræn gildi bara maður hefur bara numið gengdarlausa meðvirkni í vestrænum löndum gagnvart öðrum menningarheimum í því hvernig við viljum bara svo ég ger okkur lífið leitt sko, maður hefur bara séð að núna undanfarið sko, þá maður hefur verið að tala við fólk búrkuna eða maður hefur verið að tala heiðurstengda glæpi að þá hefur maður numið bara alveg ótrúlega meðvirkni, þetta er sama meðvirkni náttúrulega áttur í staði Bretlandi sko, þeir voru alltaf að tala nei, við þurfum bara að inngilda og við þurfum bara að kenna þeim tungumálið og þá verður þetta allt betra sem að náttúrulega varð ekki, við erum núna náttúrulega að sjá að það eru, fólk getur bara skrifað á YouTube bara Muslim Patrol sem er bara ákveðnir aðalar sem eru að sinna siðferðisgæslu eins og er í Íran á götum Bretlands þannig að sko og við höfum alveg séð alveg ótrúlega meðvirkninga hvert þessu og þá sko fólki sem hefur verið mest að tala fyrir kvenréttindum verið að tala fyrir því að við þurfum að passa upp á ákveðin réttindi, ákveðin hópa og við þurfum sérstaklega verið að passa upp á það, ég meina það sko Ásmundur Einar kom fram bara hjá MH út af því að það var búið að skrifa á speglana eitthvað einhverja nauðgunarmenningu innan MH og hann fór þannig og sagði fyrirgefðu og alveg rosalega mikið að passa upp á það að það sé ekki klipið í rassinn á einhverjum á djamminu og eitthvað þannig. Svo fáum við heiðurstengda glæpi og eitthvað þannig og þá er það allt í hennu sko kemur framkvæmdastýra kvennaatkvæðisins og segir já nei þetta er nú ekki okkar versta vandamál. Það er bara svona eins og ef hún hefði komið fram þegar KSÍ-málin komið fram og þá hefði fengið bara já nei fótboltastrákar jú þetta er vandamál en þetta er ekki okkar stærsta vandamál. Það hefði allt farið á hliðina. En við, eins og segja, og þetta er vont út af því að þetta er sama meðvirkni og við sáum í öðrum vestrænum ríkjum og þessi meðvirkni gerir það að verkum líka að fólk sem er frá eins og með Austurlöndum og öðrum stöðum og býr í íslensku samfélagi verður miklu meira fyrir barðinu á einhverju svona tortryggilegum viðhorfum í eigin garð þrátt verið það að viðhalda engum af þessum skoðunum og það er það sem er verst við þetta og ég bara var að ræða við 2 stráka frá Afganistan í gær og maður ræða bara persneska tungumálið og fleira og þar var ég að spyrja út í Afganistan og spyrja á hvernig svona þróunin hefði verið með búrkuna undanfarin ár og þeir svo svona að það sem var alveg áhugavert að eftir að talibanar tóku við að þá hefði sko krafan búrkuna einhvern veginn orðið aðeins öðruvísi orðið ekki skárri en öðruvísi út af því að maður var ekki jafn mikið hætt út af það var ekki jafn mikið tension í samfélaginu
Við þurfum aftur á móti, sérstaklega þegar að sko, fólk er að tala um eitthvað svona kvenréttindi og eitthvað fleira þar sko, galnar hugmyndir að reyna sko, tróða sér heimili mitt undir þeim formerkjum að ég sé að kúa konuna mín út ég gleyma að taka þvottinn út af því að ég er ekki einhverju svona huglægri byrði þriðjuvaktarinnar allan sólarhringinn en þá er ég orðinn einhver óvinnur en svo sýnum við þessu einhvern svona skilning út af því að við viljum ekki vera rasistar. Það er rosa skrítið. Sko rasismi eða kynþáttahattur, kannski notum bara íslenska orðið yfir það, er auðvitað fyrirlitlegur. En menningarlega afstæðishyggja held ég að sé bara fyrirlitlegri. Það að sjá í gegnum fingur sér með sko hörmulega glæpi og afbrot af því að það sé menning einhvers annars og þessu bara blákalt haldið fram að mörgu fólki sem er svona í einhverju vinstri róttækni sko að menn eigi bara við eigum einhvern ekki að við erum bara að láta þetta jafnvel viðgangast sko og þá erum við náttúrulega sko þetta er auðvitað líka eitthvað sjálfshattur á vestrænni menningu og ég held við þurfum að fara að horfa miklu meira inn á við og ég er svolítið að segja þessum pislum ég ætla mjög upptekinn af klassískri fornöld sko að því að og svona einhverjum og rótum vestrænna menningar og skilja hver við erum og hvað við komum og og svona sko því ég segi svona ég er bara mjög mikill aðdáandi vestrænna menningar og ég held við að vera mjög stolt af okkar menningararfi og ef við horfum bara svo í Ísland sko mér finnst þetta alveg ræðilegt hvernig eins og að hvernig sögukennslu var alveg ítt út bara það er það er verðast ýmsir klára grunnskóla á þess að vita neitt Íslandssögu mjög margir fari gegnum framhaldsskóla á þess að læra nokkar Íslandssögu og hvers konar, þetta er bara eitthvað sjálfshatur þjóðar sem lætur svona við eigum auðvitað kafa hún í eigin sögu og auðvitað hefur að gagnrýnin en við eigum að skoða hana, við þurfum að skilja hver við erum og það er líka tungumálið og það er einmitt annað sko, það er alltaf verið að eins og kannski tala um skólakerfum alltaf upptekinn af því sem maður er að fást við sjálfur sko en við sem er skólakerfi, það er alltaf verið að tala um það að bæta ykkur nýju inn sko, þú veist það var einmitt sko, menn er búin að gleyma nú að það þarf að koma inn kynjafræði, það þarf að koma hinn á þessu sko, sem þarf að uppfræða mennum sko, gott og vel, menn þetta er allt gott og gilt sko, en það er alltaf kostnað eitthvað annars og það allir var með mikil umræða, menn er búin að gleyma þessu fyrir hálfröld að koma meiri félagsfræðin í skólana, það búið útskrifa svo marga félagsfræðinga, þú veist, þannig að og það var heilmikið félagsfræði sett inn í skólakerfið en það var bara kostnað sko íslensku og sögu og svo bara tíminn er bara takmarkaður sko og ég held við þurfum að læra meir íslensku og sögu og kannski minni félagsfræði sko og og þetta kannski bara almennt kannski eins og bara með þurfa kannski bara að læra bara meira bara grunnfög sko en ekki alltaf vera bæta einhverju nýju við sko því við verðum að skilja hver við erum og með tungumáli sem er svo stórkostlegt sko að það eru þetta tungumáli sem að saminar okkur og það er sko ævafornt tungumál og þetta er eitt af elstu tungumálum álfunum það er óslitinn þráður frá því aftur á miðaldir það er að segja við skiljum fornmálið og þetta er svo mikið menningaverðmæti og það er líka mér líka svona sko því ég lærði sakfræði og mér fannst svo miður og lærði íslensku líka í háskólanum og mér var svo miður einhvern veginn sko hvernig mitt þarna þegar ég var svo heillar að hetjum íslendingasagna og þeim var svona síðan tíma alltaf bara ítt út úr sögunni sko við þurfum líka að hafa þær með sko þessar hetjur sko og það er eins og maður sko að sko þú veist að það er ekkit óeðlilegt að menn hafi sko einhverjar sko flottar fyrirmyndir úr sögunni hversu sannast við erum nákvæmlega eins og Gunnar Hámundason, ég meina Gunnar á Hlíðarenda sem er svo mögnuð hetja, ég meina þú veist og íslenski piltar sem eru alast upp í margar aldir hrifist af og hvað eigum við þá bara íta honum til hliðar skilurðu, eigum við ekki að eiga svona fyrirmyndir sko, hann er þetta gallaður líka skilurðu, en ég meina það var líka Alexander Mikli sko og það er ákveðna hliðstær milli þeirra, það geti verið að ég var bara að lesa um daginn og sko það verið stjóra að höfundur Njálu hafi kynnt sér þekkt Alexander sögu mjög mikið sko og Njáll sé eins og Aristoteles sko og sem er að ráðleggja honum en svo er þetta svona drambið ber hann ofurliði sko en hann er stórkostli hetja sko og við eigum eiga svona fyrirmyndir sko það er svona og það er svo mikilvægt að halda þessu að börnum og kannski sérstaklega drengjum þeir náttúrulega vera svo utan veltu í þessu skólakerfi sko það er að segja það er ræðilegt að sjá hvernig
hvað er orðið mikill kynjamunur í námsárangri sko. sem hefði nú einhvern tíma þótt vera vandamál. Nei, ég er alveg sammálaður og það er líka annað í þessu að ég man nú ekki hver sagði það að með því að vernda vestræn gildi og vestræna menningu að þá verður að reyna gera tilraun til þess að greiða tilbaka óendur borganlegu skuld þeirra sem að greiddu fyrir þín réttindi með blóði sinu. Og það er ekki eitthvað orðum óvaukið, það er nákvæmlega það sem þetta er. Það er fólk sem að dó til þess að þú gætir stutt þig við þau réttindi sem að sögulega teljast alls ekki sjálfsögð. Landfræðilega teljast heldur alls ekki sjálfsögð. Það eru færri en fleiri sem búa við þau réttindi sem við höfum í dag. Þannig að og fólk er alltaf að tala um það að við þurfum einhvern veginn að vera að hugsa um það hvernig hvítt fólk hagaði sér fyrir einhverjum árhundruðum og jafnvel í Bandaríkjunum og við einhvern veginn að fara að flytja þetta inn og vera miður okkar yfir því að vera ákveðið á litin. Douglas Murray talar um þetta að þú prófa bara að yfirfæra margt af því sem er í akademískum fræðum, svona þessum gremjufræðum það hvernig er leyft að tala um hvítt fólk, prófaðu bara að setja svarta í staðinn. Þar ertu komin bara með einhvern rasískan níðpistil sem að þetta er. En við einhvern veginn látum þetta yfir okkur ganga og eins og segja, þetta hefur verið alveg gengdarlaus meðvirkni og ég upplifði þetta þegar ég bjó í Bandaríkjunum þar sem ég var einmitt bara í þessum fræðum og ég náttúrulega verandi eins og ég var kannski ekki kröfuharður og ég er í dag en ég samt stóð í lappina gagnvart og ég sagði bara, ég myndi aldrei vísa til þín eða ég myndi aldrei nálgast þínar skoðanir undir þeim formerkjum hvernig þú ert að litin. Þannig að ég ætla bara að gera ráð fyrir því að þú getur gert mér komið eins fram við mig. Það setti aðeins fólk á afturlappinar en samt sem áður þá var þetta svona þetta var einhvern veginn dreift yfir allt að þú varst með ákveðna forsendur fyrir því og þú þurftir alltaf að spá í því hvernig þú verður á litin, hvaða kyn þú værir, hvaðan þú værir og að einhvern veginn skoðanir þeirra sem að væru ekki eins og þú á litin væri einhvern veginn rétthærri og það voru alls konar svona nudd sem maður notar nudge eftir Cassar Sunstein, það voru alls konar nudd þar sem að þér var ýtt yfir á þessa niðurstöðu það voru ákveðnir svona stöplar þar sem að þú gast hringt einhverju bjöllu ef að þú varðst fyrir bæði kynferðislega áreitni en líka ef þú varðst fyrir einhverju svona óþægilegu gagnvart því hvort einhver hafi verið að segja eitthvað rasíst og eitthvað þannig og fólki var bent á að íta á þetta ef einhverju varð vitni af einhverju sem að geti talist vera einhvers konar rasíst níð eða eitthvað fleira þvíumlíkt og maður var bara, hvað er í gangi henni? Ég var í Cambridge í Boston mest liberal eða svona frjálslindis svona mýkt sem að maður svona getur ímyndað sér stöplar til þess að láta vita ef að, ég get alveg með kynferðislega áreitni bara 100% en líka ef þú skildir verða vitni að einhverju svona rasísku níði og ég hugsa alltaf með mér, fyrsta lagi náttúrulega er þetta alveg ótrúlegt að þetta sé þannig, ég hefði skilið þetta betur þannig í Suðurríkjunum eða eitthvað þar fram til göttunum en líka ákveðin uppgjöf gagnvart fólki það geti ekki tekist á við aðstæður að þú sért bara einhvern veginn komin þannig með hnapp og þá er einhvern veginn að mála sem að þú getur ekki tekist á við að fara í sinn farfi. Ég bara, ef ég verð vitni af einhverjum svona rasískum ummælum eða þannig, bara segja um manneskjuna. Þú ert búin að tapa öllu þínu félagslega auði því umhverfi sem þú ert núna, þú ert að haga hérna svo fíbl og þú ert að verða hérna sjálfum við þér aðlægi, en nei, ég ætla bara að fara að íta á einhvern hnapp eins og einhver bleiða. Þetta er rosalega skrítið, Já, það var, hvenær varstu í Bandaríkjunum? Þetta var 2016 til 18. Já, þetta er... Ég var í iðju. Þetta hefur sem betur fyrir hjaðina, Þetta ég sé svolítið skemmtilegar rannsóknir á því hvernig þessi woke-kultúr hefur hjaðnað í Bandaríkjunum. Og umulegt að fá þetta svolítið yfir okkur, og að heimfæra alls konar vitleysu upp á Íslandi. Það var einmitt eitt félag minn Vestanhafs sem var í doktorsnámi í raunvísindum og var stundakennari og hann lenti í því hans háskóla þar voru allir kennarar sem voru hvítir á hörund
átt að undir þetta yfirlýsingu það að þeir iðruðu skjörða hvítamannsins Hugsaði. og þetta svona strákur sem er bara svona dæmigjör íslensku vinstrimaður sko, en mjög svona rökfastur og tekur ekki þátt og hann bara, ég hef ekkert með þetta að gera og hann lendi på kant við sko, einhver stúdendasamtök sko. Og maður veist bara, hvað þvæla er þetta og það sko, og maður einhvern veginn haldið að sko, að jafnrétti þá í þessum efnum snerist það að við værum ekki að flokka fólk eftir húðlit sko. En þetta er náttúrulega bara, þetta gengur bara út á flokkun eftir húðlit sko. Þannig að þetta er náttúrulega einhverjum skilningi einhver rassísk iðja skilur að vera að greina þetta niður og það var einmitt, ég var í sama skóla þessi félagi mér var í, þá var verið að slá af námskröfum í greinum það sem voru ég man það var mest í klassískum fræðum sem var mjög mikið áhuga á og þú veist það var að slá af kröfum það menn hefðu sem sagt grunn í latínu og grísku vegna þess að það voru svo fáir sem voru dökkir og hörund sem höfðu lært það sko, maður bara hvers konar della er þetta sko? Þetta er það sem að Glenn Loury og John McWhorter hafa einmitt haft áhyggjur af og þeir eru tveir þeldökkir menn sem að kenna við Brown og NYU New York háskóla og þeir einmitt fjalla mikið þetta það sem að hefur gerst undanfarið svona 20 ár einmitt út af þessum kröfum og vinur minn er einmitt líka stundakennari út í Boston og hann hefur einmitt fengið þetta líka út af því að hann kennir á svona framhaldsstigi svona millibilstigi framhalds og háskóla að þá eigi hann einmitt að gera minni kröfur ef hann vissi að krakkanir væru þeldökkir og þeir hafa einmitt fjallað þetta að þetta skila sér beint út af vinnumarkaðinn og þetta er í rauninni bara háskólasamfélagið fyrir það. Þetta er náttúrulega núna eins og í Harvard, þá var þetta dæmt ólöglegt og þar af leiðandi mun þetta horfa til betri vegar fljótlega, en aftur á móti undanfarin 20 ár, þá hefur því verið logið af fólki að það er betur í stakk búið til þess að koma inn á vinnumarkaðinn út af því að það eru að gera mismunandi kröfur til mismunandi kynþátta. Og þetta er náttúrulega allir því að sko, fólk sem var að sækja nám, það var gerða minni kröfur til þeirra og þar alveg hendur lögðu minna á sig þau koma verð undir búin inn í námið og það var svona einmitt eins og Caitlin Flanagan hefur talað hjá Harvard þar sem hún bendir á að ef þú skoðar sko tölfræðina yfir þeldökkar sem komast til dæmis inn í STEM-greinar og hversu margir skipta yfir á einhverja svona auðveldari félagsfræðigreinar það er ótrúlegt það er bara alveg, fólk sem er þeldökkt og fer inn í STEM-greinar það bara nánast í langflestum tilvikum, ótrúlega mörgum tilvikum skila sér ekki yfir á annað ár út af því að það er búið að skipta braut út af því að þau voru ekki nægilega vel í stakk búin til að takast á við áskoranirnar. Svo náttúrulega ef þau komast í gegnum þetta að þá veit vinnumarkaðurinn að minni kröfur hafa verið gerðar á ákveðna einstaklinga. Þar af leiðandi til dæmis eins og það hafa verið fjallað það mjög mikið indverjum hjá Google út af því að það var mjög mikið á asísku fólki út af því að þeir voru ólíklegri heldur en jafnvel hvítt fólk til þess að komast inn í skólan. Þar af leiðandi vissur að ef þú varst með indverja eða kínverja sem að útskrifaðast á einhver STEM-grein að þá var hann líklegur til þess að vera mjög mikill yfirburða nemandi út af því að hann var líka ólíklegri til þess að komast inn. Og Glenn Loury og John McWhorter hafa einmitt talað þetta að þetta hefur bara allir því að þeldökkir eru miklu aftar á merinni núna heldur en voru fyrir 20 árum innan akademiskra fræða til þess einmitt að friðþægja einhverja svona sko, svo við tölum bara hreint einhverja brjálæðinga með einhverju sko hugmyndafræðilegri baráttu. Þú mátt nefnilega alveg sama hvað það er í námi, þú mátt ekkit slá af kröfum sko og ég meina það er eins og bara og eins og mörgu hér þar að segja það endar þá bara með því að við færumst bara aftar. En það er líka, með dættilega hug líka að nefna þetta svona holt og bolt sko auðmaðurinn Halli Ríki. Haraldur Þorleifsson. Já, hann var einmitt ég var eitthvað hnýti hann daginn sko þegar hann var með eitthvað status á X-inu, miðli Mörsk sem hann er ennþá að tjá sig og hann var svona og var að tala að sko Íslendingar sko velgengni og velsæld á Íslandi væri bara heppni og þetta væri bara eitthvað svo rosalega yfirlætislu tóll þetta væri svona, við værum bara eitthvað eins og bara eitthvað borgarhverfi, hann hefði nú búið í Tókíó sko og við værum bara svo eitthvað borgarhverfi þar þetta væri bara heppni, við værum svo vel staðsett og værum auðlindir og þetta er svo mikil þvættingur sko vegna þess að við fyrir bara horfum á svo mörg ríki sem að búa við sem sagt, miklar auðlindir en eru fátæk, ekki Venezuela sem dæmi og svo höfum við sko, ríki sem eru snauð af auðlindum sem hafa orðið
þessi ríkir mikil velsæld og hefur ríkt lengi, mér svo bara Danmörk og Holland sem dæmi og þannig að þetta snýst atorku fólksins og auðvitað þjóðskipulag líka, þannig að segja, ég meina það er ekki bara fólkið og menningin, það er líka hvernig þjóðskipulagið sko, að það sé virkur eignarréttur og við virðum mannréttindi sem við tölum áðan sko, og auðvitað alltaf bara fyrst og fremst bara dugnaður fólksins sjálf sko, og ég meina það er svona úrtölurætti sem seldur svo hættulegar sko, ef við ætlum ekki að bera virðingu fyrir sko því sem að fyrri kynslóðir hafa byggt upp sko. Og hvort sem það er í menningu eða í atvinnulífi eða hvað sem sko, og einhvern veginn að við ætlum ekki að vera arftakar einhvers og einhvern veginn alltaf, og þetta er svona heldur allum okkur einhvern veginn að gera allt nýtt, og það er alltaf mikið í þessari svona vinstri róttekni sko, það gengur út að einhvern veginn hafna öllu arftekni sko, en ég meina við erum sko í grunninn sko, þá erum við alltaf bara að byggja á þekkingu, og ég meina alveg sama hvað það sko, og þess vegna megum heldur aldrei slá af kröfum, við þurfum að gera miklu meiri kröfur, og þetta er einmitt alveg ræðilegt eins og með skólakerfið sko, það er fyrsta sem það er að gera sko, ég ætla að vona nýr menntamálaráðherra að kveikja á þessu og bara keyra þetta í gegn, við þurfum mælingar, það er að fyrsta sem við þurfum að gera, við þurfum að setja upp sko skýra mælikvarða og setja svo markmið, vegna þess að sko, menn voru að tala með þessar PISA-rannsóknir að við erum sko, við erum næstneðsta ríkið innan OECD, það er bara Grikki sem er fyrir neðan sko, og sko þetta snýst ekki að vera meðaltal þar, við erum að vera á svipum stað hinn Norðurlöndin sko, sem er mjög ofarlega, og ég sætti mig ekkit við það að sko íslensk ungmenni að þeirra þekking sé miklu lakari heldur en ungmenna á hinu Norðurlöndunum, hún á þetta að vera sko sambærileg og helst betri, og þá þurfum við að taka það mælikvarða sem þar eru og bara heimfara það upp á Ísland og mæla þetta og setja skýr markmið sko. Og en það sem að sko, þessi ég er nefnilega ræddur sko, ef framheldur sem horfir að Ísland verði bara dregið út úr þessum PISA-rannsóknum sko, að þetta er svo óþægilegt, þetta verður eins og með þegar ég var varaborgarfulltrúi tíma og þá tók Reykjavíkurborg alltaf þátt í þjónustukönnunum og svo kom svo illa út úr þeim bara hætt að taka þátt í henni sko. Og ég man í rætti mitt við Gunnar sem var þá bæjarstjóri í Garðabæ sem bara leiti, og þá var hann að segja mig frá því sko, að þá var nýbúið að sameina Álftanes og Garðabæ, og það var einhver óana í Álftanes sem kom fram í könnu, þá fóru þeir að greina hvað er að sko, við erum hérna þjónustustofnun, getum við ekki gert eitthvað betur sko, við þurfum mælitæki og við erum að nota þau til þess að verða betri og sækja fram á öllum sviðum sko. Þannig að svona, og það er líka annað því þú náttúrulega í íþróttunum sko, og ég man þegar ég var í frjálsum, það voru svo strákar þar sem voru að keppa því að komast á Ólympíuleika, og ánægir bara eitt sem komst á Ólympíuleika og svona það sem var í kringum mig, en það voru margir sem að voru sem að stemdu að því að komast í hóp þeirra bestu í heimi sko. Og við sjáum, við sem betur fyrir 8 marga góða íþróttamenn, ættum við að miklu fleiri, við erum hlutvarslega þarna fyrir aftan við hinn á Norðurlöndi, hvað snertilumis bara medalíur og Ólympíuleikum sko, hlutvarslega erum við með færri sko, en það er það sama og þetta gilda bara í öllu öðru skilur, eins og bara þú veist, ef þú ætti að læra einhverja grein, ég menn akkur allir ekki að keppa því að komast í hóp þar að bestu í heimi sko. Skilur, ef þú hefur eitthvað metnað sko. Og það er en hér er bara, þú veist, það er rosalega mikið verið að drepa allt niður sko, allan metnað, það vantar allan ákefð, og þú veist að það er eins og bara sko, við þurfum að færa þennan sko íþrótta anda yfir á öll önnur svið þjóðfélagsins líka, við erum bara að keppa því að verða best sko. Já, ég sko, út af því að ég dyrka svona kerfis menningu, ekki í neikvæðum skilningi þess orð sko, ég meina svona weberísk fræði, þannig að Max Weber, þar sem að þú ert að huga að því hvernig sko, út af því að margir horfa alltaf á svona Weber sem svona, út af því að hann innleiddi svona skrifuræði og til þess að móta ákveðna skilvirkni, en sú skilvirkni hefur náttúrulega aðalega með það að gera að þú ert að móta hvata til þess að aðrir aðilar hægir sér á þann máta að það skilir sem mestum árangri. Og ég mitt talaði við Anton Svein Maki þetta að fara á Ólympíuleikana og fleira þar fram til göttum, og hann var einmitt að segja það að allur sá árangur sem ég hef náð, það er fullt af fólki sem náð ekki sem árangur, en það eftir móti tekur þetta viðhorf og þetta viðmót til lífsins og yfirfæra það yfir á önnur svið. Maður sér þetta alveg, fólk sem hefur staðið sem mjög vel í íþróttum er líklegt til að standa sem mjög vel á öðrum sviðum. Þess vegna er algjör della að við sem einhvern veginn að ýta fólki í það. Það var að gefa einhver þátttökuverðlaun
og einhver svona allir séu jafnir og telli ekki stiginn og þú veist, ég meina ef við erum bara eitthvað að móta okkur að jöfni þá bara erum við að móta okkur að bara einhverjum lægsta samnefnar og til glötunar bara allir jafn ömulegir í öllu sem þeir taka þess að vera hendur og ég var að tala við krakkan í gær á með úlingana þar sem að þar í alltaf lokin þá förum við svona röð og svona klessum alla og ég hugsaði með mér svona hvað verður senustu skilaboðin mín og nú kannski er ég að fara að styggja einhverja foreldra en ég sagði svona hvað langar úlingum að gera og þeir eru allir svona svolítið svona hip-hop menningunni og ég hugsaði með mér þeir eru rosalega mikið úlingamenning er rosalega mikið svona statusdrifin og hefur rosalega mikið með pening að gera maður sér þetta bara á svona samfélagsmiðlum og þannig ég sagði bara við ef þið viljið vera ríkir krakkar þá þurfa að standa ykkur vel í skóla og ég er ekkert að segja þetta til þess að þau verði endilega rík og að það sé einhver svona eiginlegt markmið að verða ríkur en maður þarf að móta ákveðin hvata þar sem að þeir eru með ákveðin hvata þeir eru með einhverja hugmyndir það að þeir vilja verða rosalega ríkir sem er skringilegt markmið svona þegar maður verður fullorðin en aftur á móti við þurfum að fá krakka til þess að standa sig vel í skóla það þarf að vera ákveðin kappsemi við þurfum að hafa ákveðnar mælingar ég man þegar ég tók samræmduprófin einhvern tímann þá fekk ég niðurstöðuna og ég var bara mjög ósáttur þannig að ég lagði mjög mikið kapp á því að standa með betur næst og það er þetta sem er svolítið horfið úr okkar menningu að við séum einhvern veginn að reyna að keppa að einhverju markmiði og þá er það einmitt ekki, ég veit alveg að flestir sem ég er að þjálfa bara by definition út af því að Íslendingur hefur aldrei farið á Ólympíuleikana í hnefaleikum flestir sem ég er að þjálfa er aldrei að fara á Ólympíuleikana en ég er aftur á móti í því og er að keppa að því að reyna að búa til einstaklinga sem er að fara að takast á verkefni lífsins af sama þrótti eins og þeir væru að reyna að komast á Ólympíuleikana og það er þetta sem mér finnst vera svolítið glatað í okkar menningu mér finnst sérstaklega meðvirkni hægri manna hafa verið alveg gegndarlaus í þessu að all þessi woke hugmyndafræði stórfyrirtækin bara nei, ég vil vera vottaður af einhverju þessu nýjasta og ég vil vera vottaður af þessu og ég vil passa með að vera ekki að nota vitlaus hugtök nei, ég til ég að breyta tungumálunu til að koma til móts við einhverja gremjufræði segi bara nei ég er að einbeita mér að því að beturumbæta samfélagið með minni vöru ég er ekki í einhverju pólitískri baráttu ég er að reyna að búa til kolsýrðan drykk og reyna að gera hann sem bestan gerðu það og hættu annarri vitleysu Nei, þetta er líka bara og svona og líka náttúrulega bara hvernig við sjáum líka bara öllum sem greiningum sko, þú veist bara hvað og það er og ég held að það sé líka sko það sé náttúrulega bara agavandamál samfélagsins sko hvernig þetta er einlega auðvitað er þetta ekki hemja vegna þess að sko að það er svo miklu hærri tíðni á svona lesblindu og ADHD og þess áttar heldur í nágrannlöndunum það getur ekkit staðist vegna þess að við erum bara sama fólkið ég veit ekki hvort þú verið mikið með norðmönnum og Íslendingar telja sér trú með þessu svo ólíkir Íslendingar eru eins og norðmenn sko mér finnst þetta bara sama fólkið bara þeir eru hans agari sko og og það er þetta bara þjóðalöstur sem við verðum að losna út úr við þurfum miklu meiri sko aga bæði þess að aga almennt og svo bara aga sjálfsaga sko og það er og ég segi það er svona ekki nýtt vandamál sko en það hefur ekkit skánað og með eins og í öllum þessum umræðum þessum skólakerfið og ungt fólk sko og svona vandamál ungs fólks að þetta er aldrei rætt, þetta er tabú og ég teki eftir þess að bara í kringum svona skólafólk sko ég stundum orðið var við þegar maður fer að tala um þetta að það fer svona fækka í hópnum sko þetta er svo óþægilegt sko Já það er bara líka út af því að meðvirkni það er sama sem merkja á milli virðingar og meðvirkni að sko ef þú sýnir ekki meðvirkni að þá ert ekki sína virðingu og þú sýnir virðingu með því að vera meðvirkur þetta er bara eins og ég var að tala um í Bandaríkjunum þá upplifum að það bara þú veist ef þú varst það var nánast sko þannig að ef einhverja fyrrabræði sagði ég er náttúrulega bara hvítur kallmaður að þá var það einhvern veginn sko svona vá, hann veit núna getur hann sagt eitthvað gáfulegt sama eins og Friðrik Jónsson hjá BHM var í einhverjum hinsegin töks og segjandi hann rétt ára tók við hjá BHM þá var hann eitthvað og byrjaði pistil einhvern veginn bara ég er nú hvítur kallmaður
hvað er þetta að segja? já Hver myndi byrja svona pistil? Ég er þessi kynþáttur og ég er þetta kyn. Já, Tóti, ég er bara mættur hingað og það er ekki afsakað með neitt, sko. Það er bara, ég er bara, alltaf bara vera eins og ég er, sko. Já. Nei, þetta er óþáldi að vera fyrirvara á sig. Nei, en þetta með agan, sko, mér veistu að þetta, sko, og það er nefnilega, sko, hvað getur þú gert í þjóðfélagi til þess að bæta agan? Og það er auðvitað, ég sá svolítið áhugavert viðtalið mitt hérna við Macron, Frakklandsforseta í fyrir og allir með þau svona frakkar að glíma við alveg svakaleg vandamál í mörgum hverfum það sem er bara svona upplaust, sko, og svona félagslega upplaust og hvernig allar takast á þetta og það er auðvitað bara líklega svona eitt sem að kannski, sem ég held að hrífi mest, sko, það er að gera þetta inn í skólastofunni og það þarf að, við þurfum að taka bara upp mjög svona skýra reglur og viðmið hvað varðar reglu og aga og sko, og það er ekkert að takast á við neitt af þessu nefnir, við ætlum ekki að gera þetta og það þarf að búa sem sagt kennurum og skólastjórnundum tæki til þess að sem sagt svona aga viðurlög, það sé hægt að refsa nemendum, sko, fyrir einhver hegðun sem er óæskileg og þú veist, og það þarf að beita refsingum, skilur, það missa alveg marg sem er aldrei beitt, sko, og ég heyri bara skólastjórnundum mörgum, menn eru bara sko ráðþróta. Sjálfsögðu, þau eru líka með ekkert gerna, svo krakkir hérna með símann sinn og svo kemur hérna einhver kennar og segir, heyrðu, hérna þú mátt ekki verið símann núna, þá er það náttúrulega bara einhver eignarréttur, sko, barnasáttmálinn eða eitthvað, þetta er, sko, börn og réttindi alveg frábært fyrirbæri að stóra leyti, en innan skólastofunar þá þarf að vera einhvers konar umgjörð. Já, mér skýr og það er eins og hérna, ég sá að það var einhverju nemendur sem að hérna, það var einhver tilvitnun í mig, ég man ekki eftir að ég hafa sagt það, ég hlýt að hafa sagt það fyrst þetta var einhver tilvitnun, sko, og ég hafði sagt einhvern veginn í tíma, það var einhver nemendur sem hafði sagt, sko, að ég hafði sett út að viðkomandi voru ekki mættur réttum tíma og ég hafði mætt 2 mínútur á seint sjálfur, sko, og hérna hafði sagt að þú mættir á seint sjálfur, ég sagði við erum ekki hjá jafnréttisgrundvelli. Nei, það er líka bara rétt. Og þetta var einhver tilvitnundi mín sem var komin út allt, sko, og ég fór að hugsa, sko, já, ég man ekki eftir að sagt þetta, en ég líklega lítið af að sagt þetta, en ég held að þetta sé nú bara alveg rétt, sko, það er alltaf einhver, sko, allstar sem kemur í þjóðfélaginu, það er alltaf einhver yfirmaður, sko, og við erum, og ekki það, við erum svo sem bara öll að vinna hvert fyrir annað og aga hvert annað til og þjála hvert annað, en við erum alltaf að fylgja ykkur og tala um þessu, svo segir, sko, eins og hérna, þú ert á togara, ég meina þú verður að gjöra svolítið hlýða kallinu í brúnni, menn annars bara getum við bara all farist. Þetta er eins og með veberiska fræði, sko, það þarf ákveðna hierarkíu til þess að allar einingar séu að vinna á sem skilvirkasta máta. Það er ekkert eitthvað út af því að þú ert eitthvað mikilvægir eitthvað þannig, en þú ert aftur á móti skólastjórn, eða þú ert að stýra skólastofunni þannig, þar alveg þarf þú að vera undir öðrum formerkjum heldur en einhver krakki, sko. Nei, þú þátt að vera verkstjóru. Ég hef líka ég heyri með, sko, með atvinnureikendur, sko, að það eru bara, þeir eru að klást við sömu vandamál og kennara, sko, bara, varandi hagaleysi, sko. Og þetta er eitthvað svona, þú veist, ég heyri ekkert talað þetta, sko, þetta er greinilega algjör tabú, sko, líka bara hagaleysi á vinnumarkaði, sko, að sko, og eins og maður segir áttu, sko, nemyndum þegar maður kennur vinnumarkaðsrétt og maður er svona að útskýra kjarasamningu og þess aftar og maður fara að tala um þetta þegar fólk, hvernig, eins og með hérna, eins og þetta er hjá Vaffer til dæmis, þar sem þú getur farið í launatöflu, getur farið að sé, sko, launakönnunina, það er að segja hver meðalaunur í þinni starfsgrein og svo áttu rétt á launaviðtali og svo segjum alltaf nemyndur, sko, en ef þú ætlar að fara fram á þá þú er meðalaunur, þá þarf að vera yfir meðalaunur, þá voru að sýna það að þú sért betri meðal starfsmaður, sko, og hérna getur þú það, sko. Og hérna já, ég meina ábyrgð er bara, ég meina svo hættum okkur nú á aðra hættulega breyti, ég meina, þú veist, ég er búin að vera að fjalla um kulnun undanfarið og ég er búin að vera að reyna að fá tölur á hérna ýmsum sviðum, ég meina það eru sum sviðin á Reykjavíkurborgar þar sem er bara hátt í 40% af stjórnendum í kulnun og kulnun er einhvern veginn orðin sjálfstæður réttur, ég bara mínum vinnustað þá ef maður sé bara fólk var í kulnun bara þegar það hentar alveg ótrúlega vel er augljóslega ekki dýna inn í kulnun maður hefur líka sé bara fólk var í fílu út í stjórnenda eða eitthvað þannig og þá er það bara komið í langtíma veikindi og í einhverjum tilvikum þá hétt þetta það að þú varst komið ógeða starfinu þínu og fórst í eitthvað annað en í dag heitir þetta kulnun og þá ferði hálfsárs launað frí, sko. Já, ég sá nýlega, sko, og kannski maður hætti sér á mikið í eitthvað sem maður er ekki hérna sérfræðingur í, sko, ég sá nýlega, ég held að það veri hvort það var í norskum miðlum, það var að tala um að þetta væri
sko, menn væri semst, vildi ekki nota hugtæki burnout eða semst kulnu lengur heldur vildu bara tala um þetta sem þunglindi sko. Og þetta væri þetta sem þetta væri sko. Já. Og svo þetta líka sko, ég veit það ekki, maður stundum virst að fólk sé að taka að sér reynilega að taka að sér þá verkefni líka meira að þekkir ekki einn takmörk sko. En svo þetta líka heitt. Ég held að við þurfum bara að sleppa að vera 6 tíma á dag í símanum sko. Já. Þú veist, það er að segja, er þetta ekki, þú veist, líka bara ángja þessu agaleysi skilur bara, þú veist, að við sjáum bara allar þessar greiningar, þetta getur ekkit staðist að það séu svona mikla greiningar. Það er reyndar. Ég verð að skjóta henni, ég fór hérna út að Jakob Birgisson var hjá mér fyrir ekki svo lengu og hann segir í uppistandinu sinu sem ég fór í fyrir nokkrum mánuðum. Ég búin að sjá það. Já, og það er mitt segir fyrir hann niður þetta að það var að tala um ADHD og þessar greiningar sko og það var einhver hann var að segja já og svo þekkir maður fólk sem að kemur hérna úr ADHD greiningu og segir bara heyrðu ég fekk bara lyf og ég er bara allt önnur manneskja og hann var að sjálfsögtu allt önnur manneskja þú ert að amfetamín já, það var eins og við þekkjum náttúrulega báðar hann Hermund sko. Hann hefur líka sagt þegar síðasta PISA-könnun kom og menn fóru nú eða svona skólafrömmur eitthvað að berja sér og brjósta sér og ég sá að það líður öllum miklu betur í skólanum og Hermundur sagði já það er allir konur á lyf skilur þetta líður fólki betur að koma á okkur pillur sko þetta er náttúrulega engin hemja sko en hérna þetta er já ég fannst það svo ógeðslega að fyndi bara sjálfsagt önnur manneskja þetta amfetamíni ég veit ekki en ég held að horfi til betri ver og ástæðan fyrir því er svo að eins og ég var að tala við áðan að þegar maður sér svona unga fólki það hefur verið rosaleg breyting sérstaklega með það sem ég til að vera svona okkar helsta mein sem að við tölum allt og lítið sem er símanótkun og þetta er ekki af kröfu fullorðisfólks sem að mér finnst vera slæmt en aftur á móti er það gott að krakkarnir eru farin að átta sig á því bara, heyrðu, mér líður mjög illa ef ég er mikið í símanum þannig að þetta er ákveðin svona sjálfvirk leiðrétting sem er eiga sér stað hjá ungu fólki sem er byrjað að átta sig á því að miklu meira svona byrjað að átta sig á eigin takmörkun það er byrjað að verða miklu svona hugmyndafræðilega öðruvísi það er svona ákveðin svona raunsæi við sáum það nú bara sem að mörgum finnst kannski vont en ég menna 25% af ungu fólki hefur komið sér miðflokkin allt í hennu reynda geta Píratar ekki talað um það lengur en Píratar voru alltaf að tala um það að lækka kosningaaldurinn Já, það mun ekki tala um það Það mun ekki tala um það aftur Nei. En þetta er svo sérstakt sko, ég held að horfa til betri vegar sko. Ég held að við getum verið bjartsýn gagnvart. Já, algjörlega, ég sé þetta mjög mikið sko, mér finnst vera mjög svona mikil svona einhvers konar skynsemi sýkja hjá ungu fólki og og líka svona, þú veist maður getur kallað það svona einhver hægri bylgja sko, það er, já, ég held að það sé klárt mál sko og líka og þú veist og maður sé líka þú veist þetta tala um þess að svona vók hugmyndafræði að þetta er náttúrulega svo grunnhyggið margt sko og fólk sér í gegnum þetta sko þetta er svona það er svona bara sko bara hvað ert að tala um skilur þú veist eins og sko hvað eiga kynin að vera mörg sko skilur það er svona þetta er svona fólk er þetta ekki geta þau verið 78 sko þú veist það er svona ekki aðeins að doka við hérna sko Já, hún er mjög grunn, sko, sem er gott, sko. Þetta er ekki slæmt og almenn vinstri sem var oftast bara viljum við ekki bara að fólk hafi það gott, vilt ekki að fólk fá að borða það, vilt ekki að fólk hafi húsnæði. Núna er þetta eins og þú segir, sko, að orðið svolítið einkennilegt margt sem að náttúrulega vísa til þess að það er ekki, já, og ég held að fólk mun ekki kaupa þetta mikið lengur, sko. En ég eftir á móti eins og ég var að tala við þig áður en við byrjum að taka upp, bara, ég held að mun líka þurfa svona ábyrga hægri menn til þess að sko þetta sveiflist ekki í einhverju svona varhugaverða átt heldur sko. Akkurat. Það sem við erum jafnvel farin að tala fyrir því að skerða mannréttindi sem eru mjög, okkur kannski finnst lifnaðarháttunum vera einkennilegur og þá allt í einu getum við fara að skerða réttindi fólks til þess að vera á tiltekinn máta sko. Já, það er að segja við þurfum að virða það að sjálfsákvörðun rétt sko fólks og það geti haga lífi sínu eftir vild sko en það sé ekki verið að þröngva því upp á neitt sko. Þetta er eins og þetta segja skilur eins og mikið drengurinn sem var látinn að fullorðinn maður dóttarnemi látið skrifa undir það að hann yðri skjörða hvítamannsins skilur þú veist
þú veist, það er ekki, þú getur haldið fram einhver hugmyndafræði en ekki vera að þvinga fólk með þessum hætti, eða eins og sko ég sá á einhverjum kosningafundi þar sem allir voru að spurði hvort þau væru feministar, skilurðu, og þú veist, og þá bara ráðist á þann sem sagðist ekki vera feministi, skilurðu, ég skilgreini mig ekki sem feminista, ég er mikill jafnréttissinni, ég vil ekki nota þetta hugtak og ég bara get þvert rök fyrir því, og þetta er sama hátt, skilurðu, eins og ég þekki fullt af fólki sem er langt til vinstri sem vill ekki skilgreina sig sem kapitalista, og það er ekki sko svo fyrir maður kannski bara í grunninn að tala kapitalisma og sko sem snýst þá bara sko gildin frjáls markaðar og þess aftar, og það er kannski sammála mann, það vill ekki nota hugtæki sko, þú veist að þetta er mjög svona varhugavert einhvern veginn að vera einhvern veginn að þröngu öllum inn í einhver box og einhvern veginn stimpla menn sko sem vonda menn eða vil ekki nota einhvern hugtak sem þú vilt nota eða nota einhver hugtak sem má ekki nota. Nei, en mér finnst þetta samt líka bara hafa verið ákveðin meðvirkni, þú veist, við höfum verið of mikið, ég vil eins og segja það, og það er öllum boðið þetta hlaðvarp sem eru alveg ósammála mér og eru mjög woke og allt það er bara frábært að ég bara endilega sendi það með línu og þið megið komið þátt, en ég aftur á móti held að svona þessari hugmyndafræði hefur verið leyft að svona komast í ákveðna deglu og fengi miklu meira svona svigrúm á henni breiða sviði samfélagsins, og þar sem að sko, þetta eru kannski einhver örfá prósent sem eru bara alveg búin að missa vitið, sem er allt í lagi, en við höfum einhvern veginn verið meðvirk í því einhvern veginn að leyfa því að stýra dagskrárvaldinu. Dagskrárvaldi hefur verið rosalega mikið, menn að þú sér bara eins og ég var að tala stórfyrirtækjum og fleira þar fram til göttunum, og eins og líka að einhverjir, þú veist, stjórnmálamenn eru látnir eitthvað, ert þú feministi? Ég meina, ég líka bara held að hugtaki sé bara alveg farið út af þúfur, þannig að ég ætla að byrja að skilgreina sjálf mig, ég er náttúrulega sjálfsögðu ekki feministi, út af því að ég get bara ekki verið undir svona miklum tvískinnung og meðvirkni, en ég aftur á móti kvenfrelsi sinni, þannig að ég held að þetta og þessi tvö hugtök eru oft á tíðum andheiti, eins og þegar við erum að tala mjög þrönga klæðaburðarkröfur eða þröngar klæðaburðarkröfur hugmyndafræði, og ef þú getur ekki talað gegn því þá getur við kallaði feminista en þú getur ekki kallaði kvenfrelsi sinna, þannig að ég ætla að beita þessu hugtaki núna, ég er kvenfrelsi sinni. Já. En ég er ekki feministi, því að það, eins og segi, oft á tíðum er andheiti. Nei, það er þá það er einhver annar búin að skilgreina eitthvað út frá sinni hugmyndafræði og ætlar að þrönga þér inn í það box, sko. Já, það er það sem maður má ekki, það er að segja maður þarf alltaf að nálgast umræðan sem eigin forsendum, sko. Svo líka bara ef við erum hreinskilnir, að það er ekki alltaf undirliggjandi einhver svona andkapitalisti og svona sósíalísk hugmyndafræði sem hefur ekkert mátt segja, en þú veist, það er alltaf, þú veist, í 100% tilfella þegar fólk er komið innan þessa ramma, að þá eru þau, og ég veit ekki hvort það sé út af því að þau eru með einhver svona sjálfhreinsibúnað sem að einhvern veginn sér til þess að, þú veist, ég veit bara einn sem hefur komið hingað í hlaðvarpi, hann er samkynhneigður og hann sagði bara, ég mátti ekki vera hægrimaður innan samtakanum 78 og þar alvegandi var með bara útskúfað, svo var reyndar höfðu samtökin samband við hann og vildi taka kaffi og eitthvað, en ég meina, maður hefur heyrt þetta mjög víða, bara samtökin 78 bjóða ekki samkynhneigðum velkomna, en Jóhannes Stóri ætlar einmitt að koma til mín nú næstu dögum, þannig að við ræðum þetta. Já, en þetta er náttúrulega saman bara með þessi loftslags umræða alla, sko, þú veist, það er bara búa til einhver þröng box, sko, og sem að verða og utan undirliggjandi oft, sko, bara mjög róttæk, sko, sósíalísk hugmyndafræði, sko, bara á móti hagvexti og atvinnuuppbygging og svo framvegis, sko. Já, en svo er líka bara eins og hefur komið fram, það bara, þú veist, þegar fólk er spurt að þá er þetta einhver örfá prósent og við einhvern veginn manni líður eins og þetta sé rosalega og svo ég fá að sletta bara behemoth, sko, sem er fyrir fram. Já, og þá getum við líka að horta á, sko, jákvæða punktana þegar maður á að vera jákvæður, sko. Já. Sko, við sáum líka bara mjög skýr skilaboð í síðustu alþingiskosningum. Það er að segja flokkar, þessi 3 flokkar sko, yst á vinstri vægnum, þeim var hafnað, sko. Og sko, þannig að sko, búið, sko. Ég er að segja bara allur þorri fólk, sko, bara aðhyllist ekki þessi viðhorf. Nei, ég meina þú sér það líka bara, ég meina þegar Kristrún sópar þessu út á götu, sko, og bara ég ætla bara að einbeita mér að velferðarkerfinu, bara ríkur hún upp, skilur við, saman með Þorgeiri Katrín, þú veist, og eins og flokkur fólksins heldur ekki að vóka, en þetta er náttúrulega bara eiginlega komið, það er bara svona, já, að reynsa svona seinustu agninar. Kasta reikunum. Já, nákvæmlega. En heyrðu, við þurfum að gera þetta einhvern tímann aftur. Endilega. En það ekki. Björn Jón Bragason, cis-heteronormatífur, hvítur, ófatlaður karlmaður í vestrænum lýðræðisríki. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir.